Komið þið sæl. Ég heiti Björg Kvöldsdóttir eins og var kynnt hérna áðan. Ég veit ekki hvernig með ykkur en stundum finnst mér ég hafa smá hlutverk í lífinu. Og það hlutverk er að bera út ákveðin fagnaðarboðskap, fagnaðarerindi. Og í þessu tilviki er það að hreyfa við Íslendingum varðandi klukkuna. Þegar ég var að hugsa titilinn á þessu erindi þá datt mér í hug Íslands klukkan eða klukkur. Og í því sambandi að þá myndist ég náttúrulega þessa öndvegisverks eftir Hallbjörn Kiljan Laxness þar sem í upphafi segir að íslenska þjóðin átti aðeins eina sameign sem metin var til fjár, það var klukkan. En það sagan hefst var löngu komin brestur í þessa klukku og elstu menn þóttust muna hljóm hennar skærari. Það minnir mig aðeins, ég tengi þetta aðeins við aðstæður þær sem ríkja hér á Íslandi varðandi tímasetning okkar. En áfram, svo ég haldi nú áfram að vera svolítið menningarleg, að þá var flutt tónverk hér fyrir 2 kvöldum sem einmitt ber nafni Klukka Íslands, mér finnst það svolítið skemmtilegt, eftir Huga Guðmundsson sem hann var þegar kórinn flutti, með góðar undirtektir. En við erum sem sagt Íslendingar með, það má segja 3 klukkur, líkt og aðrir einstaklingar. Þar er ég að tala innri klukkuna og ytri klukkuna sem er tvíþætt. Kannski getum við frekar sagt að við séum með 2 klukkur sem hafa áhrif á okkur, innri klukkuna og ytri klukkuna og svo ytri er tvíþætt. Þar höfum við annars vegar sólarklukkuna sem er í raun og veru tímamæling sem við notum sem miðast náttúrulega tekur mið af afstöðu jarðar við sóluna vegna snúningsjarðarinnar, annars vegar möndulsinn og hins vegar kringum sólina. Síðan höfum við staðarklukku og þar er því þannig háttað að það var gerð samþykkt fyrir margt löngu að skipta jörðinni í 24 tímabelti og löndin síðan lenda innan þessa tímabeltis yfirleitt eða skyldu lenda í samræmi við sólarklukkuna. En svo er ekki að heilsa. Víða er tímabeltin sem spanna þau mjög mikið landsvæði og hér á Íslandi sjáum við að við erum sett inn í tímabelti sem er austan við okkur og miðast við miðtíma 0 sem liggur þá það tímabelti er megnið af Evrópu tilheyrir því tímabelti og einnig vesturhluti Afríku. Við ættum hins vegar að vera á tímabelti 1. En þetta eru ákvarðanir teknar af stjórnvöldum og lengi vel vorum við að skipta á milli vetrar- og sumartíma eins og gerist víða erlendis. En frá með árinu 1968 var tekin svo ákvörðun af Alþingi eða sett lög tímareikning þar sem ákveðið var að halda okkur inn á sumartíma. Þar sem klukkan er einum tíma fljótari heldur en sólarklukkan. Nú, hvaða áhrif hefur þetta? Jú, staðarklukkan í Íslandi er klukkutíma of fljót. Og það þýðir að sólaruppbrás, hádegi og sólarlag kemur allt klukkutíma seinna heldur en náttúrulega sólarklukka segir til Og hér í fyrradag tók ég þessar myndir af netinu þar sem við sjáum birtuskilyrðin á þessum hluta jarðarkringlunni. Annars vegar birta hér austast í Evrópu en myrkur ríkir hér og yfir Bandaríkjunum og þið sjáu ljósin hér sem endurspegla náttúrulega raflýsinguna. Klukkan er 7 að staðartíma en að sólarklukku er 6. Hálftíma seinna hafa skilyrðin breyst og ef við höldum áfram á hálftíma fresti sjáum við hvernig birtan færist yfir og nálgast Ísland og klukkan 8 að sólartíma, klukkan 9 að staðartíma erum við rétt að komast í birtuna. Á þessum tíma eru börnin okkar komin í skólan. Þau fara í niðamyrkran stað og eru komin í skólan og dagurinn er hafinn hérna hjá þeim. Ef við værum á okkar sólartíma þá væru þau svona það bil að leggja stað hér þegar birtir. Og hér sjáðu hálftíma seinna hverju munar.
Og þetta í nóvember og við erum komin langt inn í skammdegið, dimmasta, svartasta skammdegið. Þannig að sólarklukkan er raunverulega klukka sem skiptir verulegu máli og við erum í raun og veru að hunsa þarna ákveðin boð. Flestar lífverur eru jú háðar sólinni hvað tilvist þeirra varðar. Við erum með ljóstillífun, fæðunám fer fram mjög oft í birtu, þetta auðvitað dálítið mismunandi. Við erum með næturaktív dýr líka sem ferðast á nóttunni, en þau eru á sama hátt tengd sólinni, þannig að þau eru fara af stað í myrkri og við hvílumst á mismunandi tímum og það er líka háð dægurum. Þannig að við sjáum dægursveiflur hjá flestum lífverum. Það sveiflast, líkamshitinn sveiflast reglulega yfir sólarhringinn, hormónasveiflur sýna sig vera til staðar og svefn og vaka eru á mismunandi tímum sólarhringsins. Og plöntur sýna nákvæmlega það sama og svo erum við að sama hátt hefur sólarklukkan áhrif varðandi árstíðir, langur dagur á sumrin og stuttur á veturna og það hefur áhrif á fengitíma dýra, feldur, á feldin og fiðrið og auðvitað á vaxtar- og blómgunatíma jurta. Þannig að það er öruggt að dagsbirtan hefur áhrif á sveiflur, en hún er ekki undirrót sveiflunar, eins og fræg tilraun sem stjarnfræðingurinn franski Duméran gerði með mímósuna. Það þekktar þessar blaðhreyfingar mímósunar og hann velti fyrir sér hvort að þetta væri háð birtunni. Hann stakk plöntunni inn í einangraðan skáp þar sem engin birta komst af og eftir sem áður voru þessar hreyfingar til staðar. Þannig að ekki gat að veri sólin eða birtan sjálf sem olli hreyfingunum eða sveiflunum þarna. Hún hefur eins og sýnt sig að stilla sveifluna, dagsbirtan. Og við sjáum hér bókfingu þar sem búið að gera mælingar hér á upptöku súrefnis og við breytilegar aðstæður, hér skiptist reglulega á nótt og dagur og það hækkar efnaskiptahraðinn yfir daginn og fellur síðan aftur á nóttunni. Og þetta er nokkuð stabílt, lægsti punkturinn kemur hérna fljótlega eftir að það dimmir og síðan fer það að rísa seinni hluta næturinnar. Ef birtu skilyrðum er breytt, að þá fer þetta allt saman í rugl. Neðri myndin hérna fyrir ekki sýnir hreyfingu fingunar, þannig að hún er mest aktív hér í byrjun dags og síðan dregur úr því og er í hvíld yfir nóttunni. Þegar birtuskilyrðum breytt, þannig að það kemur stöðug birta, að þá fara þessar sveiflur í byrjun aðeins raskastæð, en þær koma síðan inn aftur. En lengdin á milli toppa er núna önnur. Þannig að innbyggða sveiflan hefur aðra tímalengd heldur en við eðlileg birtuskilyrði. Þetta sést líka hér á þessari hérna mynd þar sem að skráður er svefn og vaka hjá manni í 45 daga. Fyrstu 10 dagana er hann í eðlilegar aðstæður þar sem að birtuskilyrði eru venjuleg og hann sefur hér á nóttunni og þríhyrningurinn hér sýnir lægsta hitastig, líkamshitastig. Vakan er svo sýnd þarna með brotalínunum. Á 10. til 35. degi er hann í algerri einangrun. Birtuskilyrði eru stöðug, hann fær kontrollerað fæðu á ákveðnum tímum, hann fær að hafa afþreyingu en fær engar upplýsingar tíma. Og það sem gerist þá er að dægursveiflurnar taka rása og þær lengjast talsvert, þar að segja að það kemur í ljós að þær eru lengri en 24 klukkustundir og þegar 25. degi er náð í einangruninni að þá er viðkomandi búin að snúa í raun og veru færa upphaf svefnsins að miðnætti aftur. Þið sjáum að hitastigið, það er aðeins meiri tregða í því á þeim flutningi. Svefn og vaka er eilítið undir viljastjórn háð en það er ekki
á ekki við líkamshitann, þannig að það tekur aðeins lengri tíma að ná aftur balans þar. En þá spurningin, hvað það sem stjórnar sveiflunum? Og hvað það sem takmarkar þær við 24 klukkustundir? Það vitað að lífklukkan samsafn frumna í undirstúku heila. Og þetta það bil 10.000 frumur sem eru þar í klasa sem kallast suprachiasmatic nucleus og þessar frumur hafa sýnt sig að vera með innbyggða gangráðssveiflu. Þaðan fara síðan boð til ýmissa heilakjarna sem síðan aftur stýra ákveðnum lífeðlisfræðilegum ferlum innan lífverunnar. Lífklukkan sá staður þar sem drífur áfram og stillir dægursveiflurnar. Og við sjáum það aftur á þessari mynd, þetta aðeins öðruvísi hér, sjáum við hitastigið sem sveiflast yfir sólarhringinn, það nær hæstum gildum, svona seinni part dags, lægsta gildi venjulega milli 3 og 4 á nóttunni. Og svo sjáum við hér seytingu vaxtarhormóns, mesti toppurinn næst í byrjun nætur. Reyndar tengist það svefnstigum, vaxtarhormón seytt fyrst og fremst í djúpsvefni og djúpsvefnin verður fyrst eða helst fyrri hluta næturnar þegar líkamshitinn að lækka, allt tengt saman. Hér sjáum við kortisólframleiðslu eða losun, hún fer vaxandi þegar líður á nóttuna og svo framvegis og hér erum við með kalíum í þvagi útskilna og það sýnir líka. Og það eiginlega sama hvar maður ber niður þar alls þar finnast sveiflur í þessum lífeðlisfræðilegu ferlum innan líkamans. Og þá spurningin, hvað það sem stillir þessar sveiflur? Úr því að þær eru lengra en 24, þá hlýtur að vera einhver merki sem koma sem að stilla hana eða temja hana við 24 klukkustundir. Og þar sólarklukkan og staðarklukkan að hafa, báðar þessar klukkur koma þar við sögu. En sólarklukkan, þar segja birtan sem kemur, miklu mun áhrifameiri heldur en klukkan sem við lesum af á veggnum. Birtan sem fellur hér á augað, hún berst inn í augnbotninn að þar frumum sem liggja þar í sjónunni. Það ekki eiginlegu skynfrumurnar sem liggja hérna innst í auganu, heldur það hér framar í sjónunni og hafa þar litarefni sem kallast melanopsin og það brotnar niður í ljósi. Það ljós sem hefur mest áhrif af bylgjulengdinni 480 nanometrar. Nákvæmlega þessi bylgjulengd yfirgnæfandi í morgunbirtu. Eins og við vitið eða hugsið ykkur að á kvöldin þegar verður kvöldsett þá kemur roði ekki satt á himinu, við skynjum birtuna allt aðra heldur en á morgnana. Það í morgunbirtunni sem þessi bylgjulengd hvað mest og það hún sem hefur mest áhrif til þess að hamla myndun melatónins. Boðin fara frá sjónunni til undirstúku heilans hérna sem sendir síðan, þar sem að lífklukkan sem sendir síðan boð til heilaköngulsins. Merkilegt nokk fara boðin allavega út úr heilanum inn í mænu og svo aftur inn í heilan til þess að hafa áhrif á melatónín framleiðsluna í heilaköngluna. Það önnur merki sem koma við sögu og þar höfum við umhverfis hitastig sem auðvitað háð dagsbirtunni. Við höfum hljóð sem að taka oft mið af sólarklukkunni, við heyrum í fuglum á morgnana, við heyrum í strætisvögnum eða bílum, við heyrum í blaðberunum og reyndar ekki pósturinn lengur en blaðberumönnum og það hefur áhrif við getum haft gagn af því líka til að stilla klukkuna. Sömuleiðis matartími, reglulegur matartími hefur þarna áhrif á að stilla klukku. En það sólarklukkan og birtan sem hefur mest áhrif. Og melatónín sem að framleiðist í heilakönglunum stundum kallað hormón myrkursins af því að það framleitt í myrkri þegar birtan lítil. Og ljósið hindrar og það eins og ég sagði áhrifamesta bylgjulengdin í kringu 480 nanometra, bláa ljósið þar. Við fáum hækkun hér þegar líður að miðnætti
og þannig er hámarki svona milli 3 og 5 á nóttunni, melatonín, á svipum tíma og við höfum með lægstan líkamshitann, eins og sást á grafi á fyrri glæru. Hér sjáum við niðurstöðu tilraunar á ljós að varpa ljósi á sofandi einstakling. Þið sjáum hérna að í myrkrinu að þá eykst melatonín magnið eins og vera ber, en milli 1 og milli miðnættis og til klukkan 1 er varpa ljósláti skín á einstaklingin í mismunandi styrkleika og þið sjáið að melatónínið fellur, styrkurinn fellur og þeim mun meira fallverður sem við höfum sterkara ljós. Þannig að ljósið, myrkrið sem skellur hér á leiðir til þess að hækka melatonín og morgunbirtan dregur síðan úr melatonín-styrknum. Og aftur bendi ég á að það er morgunbirtan sem við þurfum að hafa til þess að setja skorður við melatonín framleiðslunni. Dægursveiflurnar geta þess vegna verið í raun og veru mælikvarði á gang lífklukkunnar. Ef við mælum melatonín og sjáum hvar toppurinn lendir, þá getum við ályktað það hvort lífklukkan sé rétt stillt eða ekki. Hér er seinkun lífklukkunnar 3 til 4 klukkstundir sem leiðir til þess að ferillinn seinkar sér jafnframt. Þannig að ef við mældum í einstaklingi kurvu sem byrjar að hækka í kringum 3 að nóttu og nær hámarki svona 7-8, þá þýðir það einfaldlega að hann er með seinkaða lífklukku. Og það er hægt að mæla dægursveiflur á ýmsan hátt. Ég nefndi þarna melatonín sem hægt er að mæla í munnvatni, sem er náttúrulega mjög auðvelt, en nákvæmari mælingar í plasma og síðan niðurbrotsefni í þvagi mælt. Við getum líka mælt hitastig, en það er frekar fimleitt. Hér er einstaklingur sem hefur verið með mælingu, endaþarmsmælingu í nokkra sólarhringa og hér sjáum við að það sveiflast hérna líkamshitinn, 37 gráður hérna fyrir miðju. Lægsti hitinn er hér eftir klukkan 6 sem er vísbending seinkun. Þessi einstaklingur fór síðan í ákveðna meðferð eða var snúið aðeins og með því að taka melatonín á ákveðnum tímum og þá leiðréttist klukkan þannig að lágmarki kom framar rétt fyrir framan eða í kringum 6. Þannig að þetta getur gefið okkur vísbendingar, en er frekar óvinsæl aðferð til þess að láta mæla dægursveiflu. Það er hægt að mæla virkni með því að hafa svona armbönd á úlnliðnum og hér sjáum við 2 mælingar, 2 einstaklinga. Hér erum við með tiltölulega reglulega virkni, hér er nóttin og dagar sitt hvoru megin hérna, þessi dagur hérna er endurtekinn hér og þannig koll af kolli, þannig að við sjáum nóttuna hér á milli. Hér verður seinkun, ekki satt, sem nánar er aðgáð, þá er þetta helgin, föstudagur og laugardagur og það er innbyggt hjá okkur öllum þegar við höfum ekki nein svona föst merki, eitthvað sem á að vekja okkur daginn eftir, að þá höfum við þessa tilhneigingu að seinka okkur. Innbyggð tilhneiging lífklukkunnar, hún er lengri en 24 klukkustundir og það kemur strax fram hjá okkur. Þessi einstaklingur er í tómu bygli, er reyndar vaktavinnu einstaklingur, þannig að þið sjáu að það er hægt að sjá breytileika þarna, rannsaka það á þennan hátt líka. En svo er hægt að gera með einfaldan hátt. Það er hægt að reikna út frá hafta- og fótaferðatíma á frídögum þegar fólk velur sér svefntíma eftir sínum þörfum og reikna það út miðtíma svefnsins á frídögunum. Þannig að einstaklingur sem fer að sofa klukkan 10 og vakna klukkan 6, hann hefur miðtíma 2 og sá sem fer klukkan 11 og fær 8 tíma svefn eins og hinn, vaknar 7, hann er með miðtíman 3 og svo koll af kolli. Þannig að einstaklingur sem er með seina dægurgerð er væntanlega með seinkaða lífklukku.
Og það er líka hægt að nota virknimælinga til þess að reikna út svona dægurgerð, líkt og við spyrðum bara einfallega hvenær ferðu að sofa og hvenær vaknarðu. Hér mælum við það bara bókstaflega. Og þetta eru einstaklingar sem eru mældir í nóvember síðastliðnum fyrir ári. Og þessi einstaklingur er með tiltölulega stabílan rytma hérna, en seinkar sér hér, föstudagur og laugardagur hérna líka. Og hans dægurgerð reiknast út að vera cirka 4,5, sem er mjög normal. Það miðtíminn er cirka klukkan 4 til 4:30. Þessi einstaklingur sjáum við er allt öðruvísi. Hér er miðnætti, líkt og hér. Hann er að sofna alltaf eftir miðnætti, reynir að vinna það upp hérna, hefur tækifæri til þess. Takið eftir að þessi einstaklingur þarf ekki greinilega að vakna á einhvern tilteknum tíma. Þessi hérna, þetta er klukkan 8 að morgni, þannig að hann getur greinilega sofið út og leyfir sér þetta og er með bullandi seikaða dægursveiflu. Dægurgerðin í honum mælist 7. Þessi mæling er gerð í rannsókn sem er verið að gera á ungu fólki, milli 20 og 30, sem er að taka, ég er samstarfið við þann aðila sem er að gera þetta. Það er alveg ótrúlegt að sjá þetta unga fólk, hvað það er seint. Það kom mér svo mikið á óvart. Þetta er ekki vaktavinna? Þetta er bara venjulegur einstaklingur sem er að sækja vinna, sem er í skóla, nemandi, á háskólastigi. Og þetta, hann var ekki einstæmi, ég get sagt ykkur að það var yfirgnæfandi meirihluti var með svona sveiflu. En gamlingjarnir sem leggja sér á daginn? Þeir gamlingjar sem leggja sér á daginn, þeir eru ofta að stela aðeins af nætursvefnum. En það fer eftir í hversu langur lúrin er. Stuttur lúr er gulsígildi. Og í raun og veru ef við gætum, þá ættum við að leggja okkur aðeins milli svona 2 og 3 á daginn. Þetta vera beddi hérna fyrir fólk. Því að afköstin, það sýnir sér bara afköstin margfaldast og líðanin er miklu betri. En ef maður sefur lengi, þá fer maður að hindra svefn hérna, venjulegan svefn. En þannig að maður sofnar seinna. En með því að skoða dægurgerð á þennan einfalda hátt, við þurfum ekki að taka lífsýni, við þurfum ekki að mæla hitastig í endaþarmi. Við getum sérst bara einfallega annarkvæmt með spurningalista eða með virknimæli fundið út úr hvað dægurgerð fólk hefur. Kallað krónótýpa á ensku. Einstaklingar með of fljóta lífklukku hafa dægurgerð minni en 3. Þeir eru sérst að sofna mjög snemma. Þeir sofna klukkan 10, 11 og hafa þá miðtíma, ef við erum að tala um 8 tíma svefn. Þegar það var þessar klukkur, er það þá klukkan hjá okkur eða klukkan sem ætti að þeirra? Að þú segir miðnætti er ekki... Þá er ég alltaf að tala um staðarklukku. Staðarklukku? Já. Það er miðnætti, þá er miðnætti ekki um hálfstöður? Nei, við erum að tala alltaf um staðarklukkuna. Staðarklukkan ekki ég? Já, nákvæmlega. Þannig og hér er ég að miða við 8 tíma svefn, en sá sem er með miðtíma 2, hann er náttúrulega myndi fara, hann getur sofið 8 tíma, hann getur sofið 6 tíma, hann getur sofið þess vegna bara 2 tíma, en miðtíminn er alltaf 2 hérna. En sem sagt, einstaklingur sem hefur of fljóta lífklukku og við miðum með 8 tíma, hann er með daggerð minna en 3 og sá sem að hann kallast á morgunhani eða A-manneskja. En einstaklingur sem er með of seina lífklukku, hann hefur dægurgerðina sem er komin yfir 6 og þann er þá þessi dæmigerði nátthrafn eða B-manneskja. En það hljóta einhverjir þættir að hafa áhrif á þetta, sem sagt á dægurgerðina. Er þetta aldurstengt? Já. Dægurgerð, eins og við komum til að sjá eftir, seinkar mjög á unglingsárum og er mjög sein hjá ungu fólki, eins og við sáum daginn rétt áðan. Er þetta kynbundið? Hugsanlega, á ákveðnum aldurskeiðum virðast strákar hafa tilhneigingu til þess að seinka sig meira en stelpur. Er þetta erfðabundið? Já, líklega. Þetta eru klukkugen sem við höfum í okkur og þau eru auðvitað breytileg, virkni þeirra, og það eru til fjölskyldur sem eru raunverulegar morgunhanar, þeir fara mjög snemma að sofa, jafnvel klukkan 6 á daginn og vakna klukkan 2-3 á nóttunni. Og það er sem sagt
bundið. Er þetta árstíðatengt? Já, vegna þess að sólarklukkan hefur áhrif á lífklukkuna og breytingar á dagsbirtunni gera það þar með, og það sama á við búsvæði. Búsvæði er jú verða fyrir áhrifum af dagsbirtunni. Sem dæmi hér teki að sólarupprás, það tekur sólarupprás 4 mínútur að færast yfir eina lengdargráðu. Sem sagt, hún er 4 mínútum fyrr við gráðuna 0 heldur hún er við lengdargráðu 1. Og það var gerð rannsókn í Þýskalandi sem að þið sjáið hér að spannar lengdarbaugana frá 7. gráðu vestur til 15. gráðu austur, nei fyrir ekki 7. gráðu austur til 15. gráðu austur, og það er að segja 9 lengdarbauga. Og þar er þá ljóst að sólarupprásinn kemur hér á austurlandamæranum 36 mínútur fyrr heldur en á vesturlandamæranum. Hefur þetta áhrif á dægurgerðir? Einstaklingar voru spurðir hérna og það eru yfir 60.000 einstaklingar sem svöruðu þarna. Þetta eru punktarnir hérna, þessi svartu hérna, eru punktar einstaklingar sem svöruðu, og til að það kannski aðeins klasast hérna svörin í vestur hluta Þýskalands. En það reyndist vera svo að dægurgerð einstaklinga austast í landinu var 34 mínútum fljótari en þeirra sem bjuggu vestast á þetta vera afsakið. Og takk eftir, þetta er nánast það sama. Sama staðarklukkan í landinu, en þeir hafa breytilegan svefntíma. Austast kjósa þeir að fara 34 mínútum fyrr að sofa og vakna 34 mínútur heldur en vestast. Þannig að af því getum við dregið ályktun að sólarklukkan hefur meiri áhrif en staðarklukkan til að stilla lífklukkan. Hvernig er þessi þá hátt á Íslandi? Við höfum svipaðar aðstæður, landið spannar 9 lengdarbauga vestur, og þess vegna er þetta svipað hér að það er 36 mínútur fyrr sólarupprásinn í Neskaupstað heldur en í Reykjavík. Staðarklukkan á Íslandi miðast hins vegar ekki við eiginlegan íslenskan sólartíma, þannig að sólarupprás er klukkutíma seinna heldur hún ætti að vera, og það munar reyndar 52 austast og 88 mínútum hér vestast, þannig að við erum komið 1,5 tíma hér vestast á landinu. Eru Íslendingar þá með seinni dægurgerð en Evrópubúar? Ég gerði samantekt á gögnum sem var safnað fyrir margt löngu á 1 til 30 ára einstaklingum og reiknaði út þessa dægurgerð, og þá kemur í ljós að við erum með hérna aldursspili frá 1 og til 30, að við erum með mjög seina dægurgerð meðal unga fólksins, í kringum 6. Og takið eftir, þetta eru framhaldsskólanemarnir okkar, þetta eru stálpaðir unglingar þarna sem frá 15 til 19 ára. Seinkunin verður hér á unglingsáran sem er ekkert óeðlilegt. Við breytum svefnmynstur okkar eftir aldri, og þarna eru krakkar að koma svolítið undan ægivaldi foreldranna, geta svolítið ráðið sér sjálf og ráðið sínum svefntíma, en þetta gerist gríðarlega hratt. Síðan jafnar þetta sig aftur þegar við náum 20, og þessi niðurstöða, þarna hef ég fellt íslensku gögnin yfir mynd sem er samsvarandi unnin úr gögnum frá Þýskalandi, og þið sjáið að tendensin er svo sami. Það er hérna hækkun í Mið-Evrópu líka frá 10 ára aldri, og hæstu gildin eru hér í kringum 20, en síðan breytist þetta og jafnar sig eftir því sem við eldumst. Og þið sjáið hins vegar á þessu að íslenskir einstaklingar hafa mun seinni dægurgerð heldur en jafnaldrar þeirra í Evrópu, sem bendir til þess að við ráðum ekki við að stilla okkur eftir staðarklukkunni eins og hún er.
Skiptir sein dægurgerð einhverju máli? Já, það er vísbending að lífklukkan gangi ekki í takt og hún sé sein og hvað gerist? Jú, við fáum það fyrirbæri sem ég kosti að kalla klukkuþreyta sem er þýðing á social jet lag. Þetta líkist þotuþreytu sem að flestir þekkja og það er einkennandi að það er erfitt að sofna á tilætluðum tíma. Það verður þá of stuttur nætursvefn, sérstaklega á virkum dögum og það hefur sýnt sig, eins og ég kem aðeins til með að nefna á eftir, að það er vísbending að hafa mjög skaðleg áhrif á heilsuna. Ef við aðeins förum yfir flugþröfnum rifjum það upp að þá gerist það þegar flogið er yfir mörg tímabelti og það verður þá misræmi á milli lífklukku og staðarklukku og hér tók ég stali í þessu dæmi þar sem að við erum með einstakling sem er að fljúga frá Tókíó til San Francisco, tekur 10 tíma, hann leggur á stað klukkan 3 á eftirmiddegi og laugardegi og er kominn klukkan 1 á sunnudegi, samkvæmt innri klukku. En staðarklukkan er orðin 8 að morgni. Þannig að hér munar 7 klukkutímum á innri klukku og staðarklukku. Og þessi einstaklingur á ekki gott með að taka daginn af fullum þunga hérna í San Francisco þar sem að hans klukka segir honum að nú skuli hann sofa. Þannig að það verða erfiðleikar í dágóðan tíma þarna eða einhver tíma til þess að sofna, en þetta er tímabundið ástand. Þetta er hægt að lagfæra. Hins vegar er klukkuþreytan, hún verður þegar staðarklukkan er vitlaus stillt miðað við sólarklukku og það verður þetta svipaða misræmi, ekki eins gríðarlegt eins og ég sýndi þarna áðan. Hér er dæmi 2 klukkustunda mun sem verður á milli frídaga þar sem að miðtíminn er klukkan 6 og hér sefur einstaklingurinn 8 tíma en ætlar hann að ná 8 tíma næsta vinnudag hérna þar sem hann þarf að vakna klukkan 7 þá þyrfti hann að fara að sofa klukkan 11 en honum er það lífsins ómögulegt að sofna klukkan 11 vegna þess að hans klukka er ekki stillt þannig. Hann getur fyrst sofnað hugsanlega klukkan 1, þarf að vakna klukkan 7 og hann er kominn með 6 tíma svefn sem er mörkin fyrir það að kalla skaðlegur, valda skaða. Og þetta veldur sem stekst sig í einbeitingarskorti og almennu þreytu og þetta er viðvarandi ástand. Þessu snúum við ekki við. Nú, ef ég aðeins lít aftur á dægurgerðina hvað þetta er breytilegt, hér er hérna aldurinn og þið sjáið að meiri hlutin er af krónótípu eða dægurgerð upp að 5. Það er svona það sem er algengast. En takkið eftir hvað gerist hérna, þeir sem eru með krónótípu 6 eða dægurgerð 6, þeir eru þegar orðnir 17%, 12 til 13 ára, 17% af þeim eru með seinkaða lífklukku. 50% helmingurinn af unglingum 16 til 19 ára eru með seinkaða dægursvefn. Og ef við lítum á klukkuþreytuna svipað, þá er klukkuþreyta meira en 3 er þína appelsínuguli liturinn og takið eftir að meðal 16 til 19 ára krakka er 35% þeirra með verulega klukkuþreytu. Eins og þeir væri alltaf að berjast við að leiðrétta það eftir að hafa flogið á milli landa eins og við þekkjum. Þannig að þetta er áhyggjuefni og sérstaklega svona ef maður lítur þess að brottfall úr framhaldsskólum er í kringum 24%. Getur þetta verið einhverju leyti skýring á því að þau bara sofa ekki nóg og ná ekki að mæta. Nú, Íslendingar fara seinna að sofa en jafnaldrar í öðrum löndum. Þetta hafa fyrir rannsóknir sýnt. Hér tel ég upp nokkrar rannsóknir sem hafa verið gerðar. Íslendingar sofna klukkustund seinna hér en á Ítalíu og svefnlengdin er hálftíma styttri en í Finnlandi. Þetta eru gögn frá 1980. Einsásbörn sofa 40 mínútur styttra, hugsa ykkur, einsásbörn. Þau eru að vissuleyti mjög háð hvenær þau eru sett í bólið og svo framvegis. Taka mið af foreldrum væntanlega. 11 ára börn sofna 2,5 til 3 tímum fyrr. Þetta er 1980 eitthvað, ég er ekki viss um að þetta gildi ennþá. Meira þess að aldraðir einstaklingar, fullorðnir einstaklingar, Íslendingar sofna eftir miðnætti. Kemur mér á óvart. Er það svolítið skrítið að það er 30 þegar gamla
Það er ekki til önnur gögn svefn. Það var enginn á Facebook þetta sko. Sannarlega. Og þetta er líka þessi gögn frá Sviss séu ekki rétt heldur. En þetta sýnir kannski samt. Þetta er versnaninu. Þetta er versnað eitthvað. Og hér erum við með einstaklingar sem voru skoðaðir í Svíþjóð og Belgíu líka, aldursbili 20-35 og það er sama klukkustund síðar. Þannig að það er allt sem bera sama brunni, að það sé eitthvað sem gerir svefn okkar annan öðruvísi heldur en gengur og gerist í nágrannalöndunum. Og samantekt hérna sem við gerðum á þessum sömu gögnum við sýndi ykkur áðan, þetta sýnir okkur svefn, annars vegar svart á virkum dögum og þetta helgargráa línan og þið sjáið seinkunina sem verður alltaf helgar, við höfum sterka tilhneigingu til að seinka okkur og gerum það af rösklega hérna og þið sjáið að þar borin saman háttatími 11 ára, 11-12, 13-14, 15-16. Hér Ísland, Ísrael og Spánn, þetta gögn úr rannsókn sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin gerði og þið sjáum að Ísland, þeir krakkarnir fara seinna að sofa í öllum aldurshópunum og þeir sofa skemur heldur en jafnaldrar þeirra í hinum löndunum. Jafnvel á Spáni, þar sem sama ástand gildir sama ástand eins og hér varðandi klukkumála, þeir eru með ofljóta klukku líka. Að þeir fara líka tiltölulega seint að sofa miðað við allavega þessi hópur hérna en við erum samt seinni heldur en þeir. Er einhver samanburður á milli svæða fyrir norðan póla? Fyrir norðan póla? Það hafa verið gerðar rannsóknir í Rússlandi á þessu og það þá ertu að hugsa suður-norður. Já, ég meina því að þetta afskaplega mismunandi aðstæður í suður Noregi, til dæmis í Norður-Noregi, og bjó ég í Norður-Noregi í mörg ár og maður vaknaði í myrkri og maður lifði í myrkri og sofnaði í myrkri en ég gæti ekki séð að það hefði neinn þegjandi áhrif á dagsálíkt mann hjá fólkinu. Nei. Það eru vísbendingar um þetta hafi áhrif en ég tók það líka fram áðan að staðarklukkan líka, við stillum okkur eftir öðrum þáttum líka. Sólarklukkan ekki eingöngu svo sem stillar okkur, en hún mjög mikilvæg og það virðast vera, við séum mishæf til þess að ignorera þessi náttúrulegu merki, þar segja að taka minna mið af þeim heldur en við skildum gera. Þannig að sumir einstaklingar verða fórnarlömb þessa ástands, en aðrir hafa það þrauka og gera það ágætlega. Það verður kannski áhugaverð punktur inn í þessa? Já, það það og við stefnum núna að því það verið að undirbúa rannsókn núna á svefnvenjum Íslendinga þar sem þetta verður líka tekið, þessi vingill verður líka skoðaður. Ónógur svefn, hann hefur ekki bara, hann hefur ekki endilega áhrif á líkamlega getu, heldur getur andlega geta skerst. Við verðum syfjuð á daginn og þreytt og það minni athygli og minni einbeiting og rannsóknir hafa sýnt að áhrifin á viðbragðstíma eru áþekk, sambærileg við það að mikið alkohólmagni í blóði og það hefur verið gerðar rannsóknir af því að 17-19 tíma vaka sýnir samsvarandi svörun í viðbragði eins og það að hafa 0,5 prómill alkohól í blóðinu og 1 prómill þá samsvarar því að hafa vakað í 27 tíma. Árangurinn samsvarandi hjá þessum einstaklingum. Þannig að það hefur bein áhrif á afköst okkar það að sofa ekki nóg, en það líka búið að sýna fram á það að það eru tengsl við aukinn heilsufarsvanda, meðal annars talið að offita hafi komið þarna inn beint vegna þess að þessi hormón sem þar koma við sögu, leptín sem er hungurhormónið og grelín, að framleiðsla þeirra skerðist
það líka tengst við sykursýki, 2 hjarta- og æðasjúkdóma, meltingarsjúkdóma og skertur svefn hefur nýjar rannsóknir sýna að hann hefur áhrif á genatjáningu beint, þannig að það að vanta svefn hefur áhrif á starfsemi frumnanna sem kemur svo beint inn á ýmsa bíológiska þætti sem að geta síðan leitt til sjúkdómsmynda. Svo eru tengsl við, hefur verið skoðið klukkuþreyta hjá fólki og þar tengsl við offitu, þunglindi og ýmsa áhættu og neysluhegðun og þar má nefna reykingar, kaffineysla, áfengisneysla, fíkniefnaneysla og með þess að gáleysislegur akstur tengist þessu að þeir sem eru mjög klukkuþreyttir sýna meiri tilhneigingu fyrir þessara þátta og jafnframt eru niðurstöður minni námsárangur þeirra sem eru með haldnir klukkuþreytu. Þannig að það sem ég vil kannski taka saman hér endan er að við höfum innbyggðar dægursveiflur sem eru knúnar áfram af lífklukkunni. Þær eru lengri en 24 klukkustundir, þessar dægursveiflur, en þær eru skorðaðar af með ytri merkjum, samanber það sem ég sýndi hér áðan. Náttúrulegu birtumerkin sem eru sterkust í þessari skorðun lífklukkunar, ef þau koma seinna, þá eykst þrýstingurinn til þess að seinka lífklukkunni og þannig að þetta það væntanlega sem gerist hér á Íslandi. Þarna kannski komin þessi brestur í klukkuna sem að veldur því að hljómurinn ekki kannski mjög fagur hér. Misræmið talið mjög sterkar líkur liggja til þess að álykta sem svo að misræmið stuðlar að því að lífklukkan gengur ekki í takt við staðarklukkuna og það leiðir til seinkunar klukkunar og sólarklukkan, hún áhrifameiri heldur en staðarklukkan í gagnvarsstillingunni og fljót staðarklukka stuðlar að seinkun dægurgerða og við sjáum það að það hátt hlutfall meðal stálparunglinga sem hafa seina dægurgerð og fljót staðarklukka veldur viðvarandi klukkuþreytu hjá mörgum einstaklingum og það sáum við einnig þarna áðan. Afleiðingin styttri svefn en við hugsanlega þurfum til að halda góðri heilsu. Þannig að þetta í raun og veru mjög brýnt lýðheilsumál að breyta klukkunni og allavega sjá hvort að það hefur áhrif. Ég styð það að við seinkun klukkunni og stóðst ekki máti, hann nú frábær Halldór og þetta birtist fyrir ári eða svo þegar þingsályktunartillaga var lögð fram sem ekki var tekin síðan til efnismeðferðar en nú verið að leggja aftur fram tillögu þar sem að Björt framtíð með flesta flutningsmenn og fulltrúar allra annarra flokka nema Vinstri grænna. Og ég spyr mig það vel hugsað. En ég vona að þetta verði hreyfing á þessu og við þáum að njóta vafans og breyta klukkunni og kanna hvernig það hefur áhrif á okkur. Sem hafa lagt til að þetta verði þjóðaratkvæðagreiðsla það síðan, hvort að við höldum því eða ekki. Hvaða eiginlega óskapar afsökun hafa þau fyrir því að gera að þetta sé svona einhver viðfars? Í fyrra var þetta sendt til allsherjarnefndar sem hafði nóast fylgst mér og tók upp einu sinni á dagskrá. Nú hefur þessu vísað til velferðarnefndar sem miklu eðlilegra í þinginu að gera. Þannig að þetta verður ekki tekið fyrir í þessari viku. Það flytja þetta í þessari viku. Þú skilur þá að hafa vetrar og sumartíma eða bara senka? Má ég ekki klára og koma með spurningar á eftir? Ég hef raunar lokið málum mínu, svo það er Það margar spurningar, Stefania. Halda áfram með þessu að spyrja. Nei, ég bara að spyrja hvort þú mæla með því að bara hafa vetrar og sumartíma. Ég